Viktor andleg fræði, 31. kafli, lífið eftir andlega opnun. Sá sem farið hefur í gegnum andlega vakningu og opnun og náð að lokum uppljómun á erfitt með að ímynda sér þá umbreytingu sem átt hefur sér stað. Það getur verið erfitt að ímynda sér hvernig honum leið áður en hann hóf þessa andlegu vegferð. Því andlegu opnun gerist í hægum skrefum þar sem viðhorf og orka líkamanns breytast í hægum skrefum. Svo hægum að erfitt getur verið að skynja þær. Að lifa ótta og kvíðarlaus og leyfa lífinu að flæða þægilega áfram er orðið hið nýja líf sem hinum vaknaða finnst nú vera sjálfsagt og venjulegt. Þetta er uppskeran eftir langt ferli sem opnunin er og það er ekki sjálfgefið að ná alla leið í fyrstu tilraun. Mikilvægt er að halda áfram að hugleiða og biðja bæna og halda sér þannig í tengingu við Guðsorkuna. Hugleiðslurnar geta verið með öðrum hætti en þegar byrjað var. Þegar viðkomandi setti sig í ákveðna stellingar á ákveðnum stað eða stöðum til að stunda sína hugleiðslu. Hægt er að gera þetta hvar sem er án þess að setja sig í ákveðna stellingar. Hægt er að hugleiða í göngutúrnum, í sófanum og eða þegar viðkomandi liggur út af. Við þessar aðstæður er gott að draga Guðsorkuna inn og njóta kærleika hennar og leyfa henni að heila og lækna líkamann sem og að koma jafnvægi á tauga og frumukerfi hans. Sumir vilja gera þetta líkt og áður á ákveðnum tímum og ákveðnum stað og er það líka góð leið til að rækta sjálfan sig. Einnig er mikilvægt að biðja bæna og þakka Guði fyrir heilsuna, húsaskjólið, fæðið og klæðin og biðja fyrir sjálfum sér og öðrum. Biðja styrk, getu og hugrekki fyrir verkefni sálarinnar hér á jörð sem og handleiðslu og hjálp til að láta gott af sér leiða til annara. Með þeim hætti eykst kærleikur viðkomandi og meðvitundin heldur áfram að hækka sem og andlegu þroski. Þótt andlegri opnun sé lokið, þá heldur ferlið áfram, því sálin þroskast og hækkar meðvitund sína uns hún sameinast Guðsorkuna á ný. Þó svo að sálin ljúki sínum jarðnesku lífum, þá hún eftir langan veg sem andleg meðvitund uns hún lýkur ferli sínu í Guðsorkunni. Eins og áður hefur verið lýst, þá ásist að mikið innra umrót og ójafnvægi hjá þeim sem ganga í gegnum andlega opnun, en að lokum kemst á mikið jafnvægi, meira en viðkomandi hefur upplifað áður á lífsleið sinni. Hann heldur nú jafnvægi sínu og yfirvegun óháð aðstæðum og það er nánast ekkert sem kemur honum nú úr jafnvægi. Tauga og frumukerfi líkamans eru nú í jafnvægi sem og orka og tíðni líkamans sem hefur hækkað til muna. Þetta gefur sterkara ónæmiskerfi og líkamleg heilsa verður mun betri og sterkari. Í miðri andlegri opnun halda margir að þeir hafi lokið opnun sinni en svo er ekki. Á seinni hluta opnunarinnar hægir á framförunum og þær koma sjaldnar og verða meiri en áður þegar þær koma. Stundum getur nánast allt verið stopp í langan tíma og litlar sem engar framfarir átt sér stað en þá allt í einu kemur stökk og miklar framfarir. Slíkar framfarir geta gerst nokkrum sinnum í lok opnunarinnar og getur tekið þó nokkur tíma áður en fullri opnun er náð. Í lok opnunarferilsins getur óttinn birst í skamman tíma í erfiðum og krefjandi aðstæðum en þegar hann er með öllu horfin þá er opnunin fullkomnuð og viðkomandi hefur öðlast langþráða uppljómun. Eftir þessu augnabliki hefur sálin beðið eftir í langan tíma því sálin hefur verið í leit að uppruna sínum í gegnum öll hennar líf hér á jörðinni. Þessi leit sem nú er lokið hefur því tekið margar aldir fyrir sálina. Því ber að fagna þessum áfanga því hann er uppskera mikils erfiðis og langrar baráttu sem hið jarðneska líf getur verið á köflum. Sá sem náð hefur fullri andlegri opnun er orðinn að fullu heilbrigður og þá er engin fyrirstaða í líkamanum né í lífinu sjálfu. Allar þær hindranir sem áður voru þungbyrði
eru nú léttvægar og auðleysanlegar og því er mikill munur á daglegu lífi og verkefnum. Nú flæðir lífið áfram og viðkomandi nýtur þess sem framfer og unir sér vel í hverju augnabliki, hvort sem það er í leik eða starfi. Hann tekur því sem höndum ber með andlegum styrk og miklu jafnvægi. Líkamlegi kvillar sem á verkir minnka eða hverfa með öllu, þar sem sú orka sem nú er dregin inn í líkamann er heilandi og endurnæri líkamann og hann endurnærist og nú umlukin mikilli kærleiks og heilunar orku því andleg og líkamleg líðan er samtengd.